Þetta Bítlarnir hér ferð og lag sem heitir Nowhere Man, Suðurland FM á miðvikudegi, það 12. mars í dag. En í kvöld klukkan 20 stendur sveitafélagið Árborg fyrir opnum íbúafundi löggæslu og forvarnamál í sveitafélaginu. Og á fundinum flytja Ólafur Helgi Kjartansson, lögreglustjóri, og Oddur Árnason, yfirlögregluþjónn, erindi stöður löggæslumála, og Bragi Bjarna, menningar- og frístundafulltrúi, og Gunnar Sigurbjörnsson, tómstunda- og forvarnafulltrúi fara yfir forvarnarmálin og ræða meðal annars stöðu og hlutverk forvarnarhóps Árborgar. Og við ætlum að fræðast þetta. Bragi Bjarnason og Oddur Árnason, yfirlögregluþjónn, eru komnir til mín. Sælir. Sælir. Velkomnir. Þessi fundur í kvöld, ef við byrjum á þér, Bragi. Þú ætlar að fara þarna yfir forvarnarmálin í sveitafélaginu ásamt honum Gunnari. Já, við ætlum að stikla þessu stóru hvað við erum að gera í forvarnarmálunum hérna. Ég er náttúrulega með hóp í gangi sem er tengilið frá öllum helstu þáttum. Það er lögreglan hérna inni og heilbrigðisþjónustan, skólarnir, félagsþjónustan og aðrir sem koma að þessum málaflokki, íþróttafélögin og fleiri. Og við ætlum aðeins að segja frá hvað hópurinn er að gera og svo reyna að upplýsa bara áhugasama hvernig við sjáum forvarnarmálin hérna í sveitafélaginu þróast áfram, hvað við höfum verið að gera á síðastliðnum árum. Við vonandi svara einhverjum spurningum og enn frekar vonandi fáum við ábendingar sem við getum síðan unnið með áfram, því að algjörlega. Forvarnarmál eru ekki bara vímuefni þó að það tengist svolítið við það. Við erum náttúrulega líka með, við erum með umferðina og við erum með heilsu okkar almennt, bara offitun og allt þetta. Þetta er allt partur af forvörnum. Netið til dæmis. Og vorum með flottan fyrirlestur frá Saftnun daginn fyrir foreldra og börn frá ákveðinn aldur. Og erum að reyna að búa til svolítið skipulega dagskrá, þannig að allir árgangar horfum svolítið á grunnskólan að fái einhverja fræðslu á ákveðnum tímapunkti og síðan foreldrarnir líka. Og viljum við þetta bara nota öll tækifæri til að hvetja foreldra til að mæta á þessa fyrirlestra, því að það þarf heilt samfélag til að ala upp einstakling og þó að fólk hugsa kannski mín börn er alltaf heima og aldrei að gera neitt, þetta er alltaf gott hjá okkur, að það þurfum við samt að vera meðvituð og hjálpa hvort öðru að halda samfélaginu okkur í lagi. Við þurfum að vera með opin augun og það þarf að vera vakning. Alltaf bara. Við þurfum farið yfir það hérna Bragi áður að eins og með netið, að þetta er getur verið hættulegur staður til að vera á. Já, eins góður staður þetta getur verið líka og þægilegt í kennslu og þessi samskiptamiðlar eru á mörgum bara mjög góðir, hjálpa okkur mikið. Við auglýsum nú mest mikið í kringum það, komum upplýsingu til fólks, en þá að samaskapi geta verið mjög slæmir. Og við erum reynum aðeins til dæmis í forvarnarhópnum að koma með smá upplýsingar í auglýsum í dagskránni í hverju viku og reynum að koma með smá kvót. Við erum með hérna hjá ykkur líka svona kvót sem við komum með í tilkynningum að halda fólki upplýstu, því að það er alltaf að koma eitthvað nýtt. Það er mjög erfitt að fylgja eftir þróunin á netinu og við reynum eins og við getum og komum við þá út til foreldra þannig að þeir geti verið meðvitaði líka og sem ég segi, við þurfum öll að hjálpast að. Já. Svo sem einelti að maður hefur tekið eftir í undanfarandi ára eftir að netið var svona öflugt að jú, auðvitað líðst alltaf eitthvað einelti á skólalöðunni, en þetta er alltaf að færast meira inn á netið, samskiptamiðla. Það er svona, við höfum kannski ekki svona fastar tölur maður getur varpað einhverju frambæð þessi orðið meira þar, því að við erum alltaf auðvitað það er alltaf smá vandamál á skólalóðunum og í frímínútunum og svona hefur verið talað hættulegasti staðurinn en netið er að verða alltaf stærra og stærra og það er svona kannski þessi tilfinning sem kannski bara allir, ekki að segja alltaf bara yngri kynsla, bara allir þegar þú setur eitthvað, því að kommentakerfið hefur nú sýnt sig að þú getur bara skrifa hvað sem er á netið og þú þarft einhvern veginn ekki að bera ábyrgð á því. Sem betur fyrir hafa nú nokkur mál fallið þar sem þú þurft að bera ábyrgð á því sem þú sagðir á netinu en manni finnst svona stundum fólk með að passa sig aðeins hvað það segir. Algjörlega. Það eru börn sem lesa þetta líka. Ykkar forvarnarhópur, er langt síðan að þessi hópur var tilkominn eða? Eins og ég ætla að fara þessi yfir í kvöld, þá var hann stofnaður því bestu veit í kringum árið 2007 þegar það var farið í það að endur gera forvarnarstefnu sveitafélagsins svona algjörlega frá grunni og sett upp með svolítið nýjum formerkjum og þá var stofnaður þessi hópur og svo annar stærri sem var svona meira vinnuhópur í kringum stefnuna og en svona þetta þróast út í það að það voru kallaði litli hópurinn og stóri hópurinn svona í upphafi. Þetta við frekar þróast upp í það að við maður stækka litla hópinn og þetta er orðið svona þéttari hópur og sterkara net og það er ofboðslega gott samstarf hann inni og gríðarlega mikilvægt að allir þessir aðilar sem koma að bara öllum forvörnum og öðru í sveitafélaginu
hittist svona reglulega og við hittumst þess mánaðarlega og tökum aðeins stöðuna og öllu og það hefur skilað okkur bara mjög vel, myndi ég segja, og við getum bara gert betur. Við getum ekki að reyna að halda því fram að við séum komin á endastöðu. Algjörlega. Oddur Árnason, sæll. Þú ætlar að fara yfir stöðu löggæslumála í sveitarfélaginu? Já, við sem sagt mætum þannig ég og Ólafur Helgi, lögreglustjóri, og við ætlum að fara yfir, hann verður með skipulag löggæslunar og svona yfirsýn yfir þetta kerfi eins og það í dag. Það eru líka tillögur fyrir þingi stækkun og breytingu umdæma og og þá vinnu alla saman. Ég aftur ætla að fara svolítið yfir þau verkefni sem að koma inn til okkar og hafa verið á síðustu árum og kannski horfa meira til sveitafélagsins Árborgar af því að fundurinn nú þar og þau verkefni sem við höfum þar. Þannig og síðan samstarf okkar við samstarfsaðila eins og barnavernd og forvarnar og mér finnst mjög spennandi að heyra sem sagt bara að lýsa því hvað þeir ætla að segja frá og það verður mjög fróðlegt að fara yfir þetta því það algjörlega til fyrirmynda hvernig menn að gera hlutina hérna. Algjörlega, og þið lögreglan hefur unnið með sveitafélaginu í forvörnum? Já, okkar fulltrúi Elís Kjartansson er í þessum forvarnarhópi og mætir það reglulega og þar með erum við með beina tengingu inn í hópin. Við erum líka með mjög mikið samstarf við barnaverndarnefnd þau mál sem að koma upp og það hefur bæði skilað okkur mjög góðum árangri og ég held barnaverndarnefndinni líka í þeirri vinnu sem þar fer fram en hún svo sem ekki upp á borðinu eðli málsins vegna öllu stundum. En í hverju felst ykkar vinna eða samstarf með sveitafélaginu Árborg? Eins og ég segi sko okkar vinna sem sagt ef við horfum til rannsóknarmála þá er okkar samstarf við barnaverndarnefndina í þeim mála sem að tilheyra börnum. Við erum til dæmis ef við kíkjum bara á málaskránna frá 2013 og þá eru 85 tilkynningar sem við sendum barnaverndarnefnd afskipti af börnum undir 18 ára aldri og það getur verið allt frá því að við séum að hafa afskiptaðum í umferðinu og upp í mjög alvarleg brot ef að því að skipta. Síðan náttúrulega erum við að fara í skóla og hérna erum með fræðslu starf þar og forvarnir minna heldur en við hefðum viljað gera því að fjárhagurinn er svo sem ekki leyft þessa vinnu eins og hún var komin í gott horf hér áður. Þetta kostar allt peninga. En það er svona okkar aðal samstarfi í gagnvart sveitafélaginu. Nú það í dag verið að vinna við að setja upp eftirlitsmyndavélar hér við sveitafélagið Árborg og þar verða skjáir hjá okkur á lögreglustjóðinu þar sem við getum fylgst með þessum vélum og það skiptir okkur vel máli að geta mónitera svolítið umferðina ef eitthvað kemur upp á annarkvort í eða við sveitafélag og mjög spennandi verkefni þar. Þetta hefur skilað góðum árangri til dæmis í lögreglunni Reykjavík. Þessar myndavélar sem þeir geta fylgst með. Já, og talaðu með Hveragerði það sem er svona inn í bæinn. Jú, þetta skiptir máli, það eru líka vélar upp í Reykholti til dæmis og Laugarás sem við höfum aðgang að. Ég verð að spyrja Oddur, þú talar hérna í byrjun viðtalisins stækkun umdæmis og fleira. Er það ekki aukinn kostnaður og meiri mannskapur? Hvernig er staðan hjá lögreglunni í dag? Sko, þessar hugmyndir breytingar á umdæmum koma fram sem sagt fyrir einhverjum 5-6 árum fyrsta tillagan það og þá var hugmyndin að fækka í yfirstjórn embættanna samin umdæmin og það eru þá færri í stjórnunarstöðum og menn myndu færast út á götuna og þannig skapaðist það svigrúm. Síðan náttúrulega verður hrunið og það eru teknir 2,8 miljardar út úr löggæslunni á landinu öllu á þessum hruna árum og hérna þar með sko eru menn búin að naga allt kjöt á beinunum og þannig að sko ætli menn að gera þetta í dag til að ná fram einhverjum frekari peningum út úr löggæslunni þá er það ekki að gera sig. Hins vegar er þetta held ég faglega séð mjög skynsamlegt að fækka umdæmi þannig að það sé tryggt að öll mál fái sambærilega meðferð hvað sem þú ert á landinu. Hvað eru þið margir starfandi núna hérna á Selfossi? Eða í umdæminu? Það eru 22 lögreglumenn á Selfossi í dag. Við vorum 19 orðnir áramótin. Við höfum talið að það verið algjört lágmark að vera 24.
það kemur viðbótar fjárveiting semst inn á fjárlög þessa ár sem að gerur okkur kleift að bæta við og hún er nú tölvöld mikið lægri heldur en það sem við okkur dreymdum en hins vegar mjög gott að geta sagt að við séum snúnir til lands þess að þeir hætta að skera niður og við ætlum að bæta við þannig að það verði allar vaktir 4 manna í allt árið og fleiri yfir sumarmánuðina sem eru þyngstir. Algjörlega, og ykkar umdæmi enn og ekkert lítið. Nei, og það náttúrulega, við erum með sérstakt umdæmi að því leiti að við erum bæði með sennilega 650-700.000 ferðamenn sem koma hérna ár hvert. Við erum með þéttbýliskjarna sem að eru dreifðir, þannig að þú ert með vinnviti að staði í hverjum fyrir sig, þannig að þú getur verið með lögreglumennun og vaktinni niður í Þorlákshöfn og síðan kemur útkall upp á Flúðir og þá eru 70 kilometrar sem þú þarft að fara þangað á fórgangi og ef að lögreglumenn ráð ekki við það verkefni þá eru aftur aðra 40 mínútur í að fá backuppið í það þannig að mörguleiti erfitt umdæmi en mjög skemmtilegt líka að við fengið svona að við förum aðeins yfir í meira svona kannski bróslegt að við fengið fleiri símhringingar út af lokun á Hellisheiði. Við fáum alltaf svona símtöl og í sjálfu sér þá ámæður ekki að gera annað við þessu símtöl heldur en að hafa gaman að þeim. Já. Sannlega leifist fólki að fá svona aðeins lauslega í tögunar þegar að skipulega dagsins og hérna á tilhökkunin hverfur af því að veðrið setur svona strikir reyningin en þetta er alltaf skemmtilegt að horfa svona á þennan mannlega þátt hvernig menn bregðast við verðinni. Algjörlega. Ég veit að Axel eigandi Selfoss Bíó, hann ætlaði að bjóða þessum viðkomandi manni í bíó. Þannig að þetta blessast allt saman. En fundurinn í kvöld, það verður farið yfir löggæslumál og forvarnarmálin eitthvað svona að lokum sig þið vilja koma framfæri? Bara hvetja fólk til að mæta og hlýða á þessi ærindin og spyrja svo bara eða hefur spurningar. Þetta byrja kl. 8. Einmitt, mjög mikilvægt að fólk komi og bæði fá að vita hvað við erum að segja og eins fyrir okkur líka að fá feedback frá fólkinu íbúunum það hvernig þeir sjá fyrir sér hlutina. Já, hvað mætti gera betur og... Nákvæmlega, það er engin heilagur að taka á móti góða ábendingum og athugasemdum með þess þú er svo að byrja undir. Þetta snertir okkur öll og öll eigum að vinna saman. Nákvæmlega. Oddur Árnason, yfirlögregluþjónn og Bragi Bjarnason, takk fyrir að vera komina og gangi ykkur vel. Takk fyrir okkur.